Kæru gestir, það ánægjulegt að fá að ávarpa ykkur hér í dag þó fyrirkomulagið sé óvenjulegt að þessu sinni. Að vísu mætti segja að eftir ár af gjörbreyttu lífi hafi flestu verið snúið á hvolf og hið óvenjulega í raun orðið venjulegt, svona í einhverjum skilningi að minnsta kosti. Þessi fundur markar að vissuleyti tímamót í því efni enda var hann á dagskrá á sama tíma og heimurinn tók að breytast mjög hratt fyrir rétt rúmu ári. Síðan þá hefur heimsfaraldurinn sett mark sitt á samfélagið allt, gjörbreytt mannlegum samskiptum, landamæralokanir allan heim, þetta þekkið þið, ferðaþjónustan, eitt stærsti burðarás samfélagsins, já, sá burðarás var nær alfarið þurrkaður út á síðasta ári. Atvinnuleysistölur eru ískyggilegar og við fórum inn í ár þar sem reiknað var með meira en 300 milljarða halla á rekstri ríkissjóðs. Þetta mynd sem við hefðum ekki getað ímyndað okkur við upphaf síðasta árs. Eðli málsins samkvæmt litar ástandið afkomu fjölmargra fyrirtækja og stofnana með minnkandi umsvifum og samdrætti í eftirspurn eftir vörum og þjónustu, dregst orkuþörfin að sama skapi víða saman. Í ársreikningi Landsvirkjunar má sjá talsverða lækkun á helstu lykiltölum sem tengist bæði samdrætti hjá viðskiptavinum félagsins og lækkun orkuverðs á mörkuðum. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður tókst Landsvirkjun hins vegar að halda áfram að lækka skuldir á árinu sem leið. Það sést ótvírætt í rekstri félagsins, rétt eins og í ríkisrekstrinum, að fyrirhyggja og vinna við bætta skuldastöðu undanfarinn áratug borgar sig þegar á reynir. Það orðinn eiginlega árviss liður á þessum fundi að hrósa stjórnendum fyrir góðan árangur og ég held að eigi ekkert síður við hér í dag. Nú, þó krefjandi aðstæður hafi átt sviðið undanfarna mánuði, heimsfaraldur, samdráttur, aurskriður og jarðskjálftar, þá leynast ekki síður góðar fréttir víða. Síðastliðið ár hefur verið ár stórra skrefa í orkumálum. Skemmst að minnast frétta af góðri niðurstöðu í samningaviðræðum Landsvirkjunar við Rio Tinto. Þar með tryggt að hér verði áfram framleitt eitthvað grænasta ál í heimi næstu árin með tilheyrandi áframhaldandi orkusölu. Orkustefnan sem kynnt var í október síðastliðnum risaskref í málaflokknum. Þar voru kynnt metnaðarfull markmið og skýr sýn á hvernig við ætlum að haga málum til næstu áratuga. Í því samhengi má nefna að fyrir örfáum vikum undirrituðum við viljayfirlýsingu kaup ríkisins á hlutum orkufyrirtækja í Landsneti. En í orkustefnunni lögð rík áhersla á að félagið komist alfarið í beina opinbera eigu. Þannig hlutlaust eignarhald talið grundvöllur, gagnsæis og jafnræðis á raforkumarkaði. Líkt og flestir hér þekkja eflaust dregin fram 12 meginmarkmið í orkustefnunni, en þar á meðal má nefna þá skýlausu kröfu að innviðir okkar séu traustir og að orkuþörf samfélagsins verði ávallt uppfyllt. Markmiðið uppfyllta orkuþörf öðlast svo nýja merkingu þegar við lítum til stefnunar orkuskipti og að Ísland verði óháð jarðefnaeldsneyti innan fárra áratuga. Þar markið sannarlega sett hátt. En það síður en svo ómögulegt. Til samanburðar rifjaði ráðherra málaflokksins nýlega upp hvernig hitaveituvæðingin var á sínum tíma eins konar tungskot okkar Íslendinga í orkumálum. Svo stórt og metnaðarfullt var það verkefni. Með markmiðum okkar í orkuskiptum má segja að við stefnum á tunglið á ný. Þar höfum við bæði fararskjóta og flugstjóra til að komast á áfangastað, enda eigum við fjölbreytta, endurnýjanlega orkugjafa, rík af þekkingu og við búum að því að vera tiltölulega fámenn þjóð. Við höfum alla burði til að vera ekki bara leiðandi, heldur hreinlega fyrst í heiminum til að ná þessu markmiði. Þetta getum við gert. Vart þarf að nefna þá umhverfisbyltingu sem felst í að vera óháð jarðefnaeldsneyti. Tækifærið liggur hins vegar ekki síður í að verða okkur sjálfum nóg og spara ómælda fjármuni í kaupum og innflutningi á eldsneyti yfir höfun. Við eigum ekki að þurfa að kaupa orku af öðrum í þeim mæli sem gert í dag.
En samhliða því göfuga markmiði að standa á eigin fótum í orkumálum þurfum við líka að hugsa áfram út á við. Lífskjör og velmegun hér á landi byggist ekki síst á því hve vel hefur tekist til við nýtingu auðlindanna síðustu áratugi og þar spilar útflutningur afurðanna lykil hlutverk. Með skynsamlegri umgjörð og öflugum fyrirtækjum í íslenskum sjávarútvegi það ríki vandfundið þar sem auðlindin skilar þjóðinni meiri verðmætum. Í ferðaþjónustu byggðum við upp innviði og þekkingu á heimsmælikvarða á örfáum árum og greinin spilaði stórt hlutverk við að fleyta okkur út úr efnahagshruninu eftir fall fjármálafyrirtækjanna. Áfram mætti lengi telja einstaka greinar sem hafa reynst okkur styrkar stoðir. Saga Landsvirkjunar svo samofin áratuga sögu vaxandi hagsældar hér á landi. Bæði snerta orkumálin allan iðnað og einn eða annan hátt, en auk þess hafa framsýni og stór markmið einfaldlega einkennt félagið alla tíð. Í þeim anda var ánægjulegt að fylgjast með fundi orku nýsköpun sem Landsvirkjun stóð fyrir í janúar og fjallaði öll tækifærin sem eru í seilingarfjarlægð. Þar var fjallað hinn sístækkandi gagnaversiðnað og hvernig græn raforka, kalt loftslag og stöðugt stjórnmálaumhverfi hér á landi sniðið að fyrirtækjum í greininni. Rafhlöðu framleiðsla annað svið á miklu skriði en fram kom að tíföldun væri spáð í rafbílasölu fram til ársins 2030 og vona framleiðslu 300 nýrra tegunda af rafbílum á næstu 5 árum. Þó tölurnar séu stórar þær ekki fráleitar. Vart þarf að líta lengra en til þess ótrúlega fjölda rafbíla sem komin á götur Íslands nú þegar, nánast á augabragði. Í rafbíla þarf rafhlöður sem framleiða má með grænum og hagkvæmum hætti hér á landi. Þetta aðeins 2 dæmi af mörgum, en þau sýna vel hve mikið við eigum sannarlega inni. Segja má að það sama gildi hér og í ferðaþjónustunni að í ljósi smæðar okkar þá þurfum við ekki stóran hluta kökunnar til að áhrifin á hagkerfið verði veruleg. Það hins vegar tómt mál að ræða ný tækifæri í orkumálum nema tryggt sé að viljinn og umgjörðin sé til staðar. Þó við höfum rutt brautina og verið í fararbroddi í sjálfbærri og ódýrri orku ekki sjálfgefið að sú staða haldist óbreytt ókomna tíð. Önnur ríki gefa sífellt í við nýtingu sólar, vinds og annarra auðlinda í raforkuframleiðslu. Samkeppnishæfni okkar má af þessum sökum ekki fara þverrandi samhliða því sem nágrannaríki okkar sækja í sig veðrið. Og á þetta benti íslenskur eigandi hjá McKinsey á nýsköpunarfundinum og orðaði sem svo að nú væri nýr kafli að hefjast í orkusögu Íslands. Þann kafla verðum við að skrifa rétt. Áhersla á sjálfbærni og náttúruvernd órjúfanlegur þáttur í orkustefnu okkar Íslendinga, en að sama skapi megum við ekki ganga svo langt í verndarstefnu að við köstum frá okkur dýrmætum tækifærum. Það eitt af markmiðum orkustefnunar að þjóðin njóti ávinnings af orkuauðlindunum og ávinningurinn verður meiri því fleiri tækifæri sem við sækjum. Við í ríkisstjórninni og á Alþingi þurfum að halda áfram að skapa umhverfi sem laðar að viðskipti og fjárfestingu að utan. Í því verki má beita skattkerfinu til að skapa ákjósanlegar aðstæður, en það ekki síður mikilvægt að laga umhverfið sé einfalt og skilvirkt. Samskipti við hið opinbera eiga að vera aðgengileg og sniðin að fólki en ekki kerfinu sjálfu. Þeir sem eru viljugir til góðra verka megi ekki festast í einhvers konar spennitreyju ríkisvaldsins í meiri mæli en brýna nauðsyn ber til. Þannig að þetta sé nú virt mér til betri vegar. Við viljum engan taka í spennitreyju, en við viljum skapa umhverfi þar sem að fólk venst í að það sé svarað í síman eða erindum sé svarað með því viðmóti að spurt sé hvernig get ég aðstoðað. Og í þeim anda ætlum við og verðum að halda áfram næstu misseri. Kæru gestir, ef við hugsum stórt og höldum ótrauð áfram, þá okkur allir vegir færir. Þær þrengingar sem við búum við í dag eru tímabundnar, en þær áætlanir sem við gerum á þessu sviði eru til langrar framtíðar. Og til þess fallnar að breyta bæði samfélagi okkar og reyndar heiminum öllum til hins betra.
Þess vegna skulum við öll segja saman, óhikað, grípum tækifærin og verum bjartsýn fyrir komandi tímum.